Já, komið sæl. Þetta er þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftíman eða svo og ég ætla að ræða við hana Elínborgu Björnsdóttur eða Ellu. En Elín Ella í skelfilegu bílslysi á Sandgerðisvegi þann 18. ágúst síðastliðinn. Ágúst segi, janúar síðastliðinn. Og sagan hennar einmitt birtist á vefsíðunni Við erum líka hér og í framhaldinu á Stundinni. Og þú ert ekki komin heim til þín ennþá, Ella. Þetta er orðinn ansi langur tími. Segðu mér aðeins frá hvernig þetta bara svona svo fólk sem hefur ekkert lesið og þekkir ekki til þinnar sögu átti sig aðeins á þessu. Þú ert farþegi í bíl, ekki satt? Jú, og það er keyrt framan á okkur. Já. Og ég brotna mjög mikið hægra megin. Já. Og svo fyrstu nóttina á gjörgæslu og þá fæ ég heilablóðfall og lamast vinstra megin. Já. Þannig að það er það sem að þú situr uppi með í rauninni, það er það alvarlegasta sem að gerist þarna í aðdragandanum. Já, ég sit uppi með ævilangan dóm. Já, einmitt. Komum bara í hjólastól. Já, þannig að þú þarft að nota hjólastól og með lömun bara alla hliðina, eða hvað? Já. Já, einmitt. Þannig að þetta hefur væntanlega verið áfall. En þú, ertu búin að fá, þú segir í viðtalinu einmitt Við erum hér líka, að þú hafir ekki fengið almennilega svona sálfræðiþjónustu eða neitt slíkt eftir þetta? Ég fékk það reyndar á Grensás. Og fyrst á Grensás? En svo er ég með lækni sem að hringir alltaf reglulega í mig. Já. En það er ekkert í boði á það sem ég er núna á HSS. Nei. Og þú ert búin að vera þar svolítið lengi núna, eða ekki? Jú, en ég er búin að vera í heildina á spítala í 48 vikur. Já, einmitt. 48 vikur, þetta er alveg svakalega langur tími. En þú... Já, og nú er ég búin að vera að berjast fyrir því að komast heim og fá NPA-þjónustu. Já. Og ég er búin að fá hjá bænum loforð að fara heim allar helgar. Ok. Og það er bara verið að vinna í því að ráða starfsfólk. Ok. Þannig að það er svona eitthvað pínlítið að gerast í þínum málum. Þó þú sért ekki búin að fá fulla þjónustu og komin alveg heim. Já, það vantar mótframlagi frá ríkinu. Er það sem að þeir segja þér hjá bænum? Já. Já. Ríkið þarf að borga 25% á móti, held ég. Og það skorti? Já. Já. En þetta er lögbundin þjónusta, þannig að já, það er nefnilega það sem er svo... Ég ekki komast upp með þetta. Nei, það er það sem er nefnilega, ég set spurningamerki við, sko, þeir í rauninni megi ekki segja þetta. Af því þú átt náttúrulega bara að fá þína þjónustu. Já, það er lögum að ég geta verið heima. Já, einmitt. Með þjónustu. Já. En þeir hafa boðið mig hjúkrunarheimili sem er töluvert dýrara heldur en að vera heima með starfsfólk. Akkúrat. Og svo erum við að heyra tölur núna einmitt að koma í Stundinni einmitt daginn að það er alveg gríðarlega margir undir 67 ára aldri inn á hjúkrunarheimilum. Já, einmitt. Og pólitían hefur verið sko náttúrulega í gegnum það að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að hætta þessar stofnanavæðingu líka og vera ekki, og ég tala nú ekki að með fatlað fólk sem er sko yngri 67 ára það á náttúrulega ekki heima á hjúkrunarheimili sko með gömlu fólki. Nei, já, ekki eins og ég er bara í geymslu á HSS í rauninni. Já, einmitt. Ég kannaði daginn, hafði samband við Landspítalann og það eru 7 einstaklingar inn á Landspítalanum veit ég og allir búnir að vera sko 100 daga eða lengur. Og sá sem hafði verið lengst var búinn að vera held í einhverja 600 daga eða eitthvað svolítið á spítala og ekkert að komast heim eða neitt áfram. Og vantarlega, já, einhverjir af þessum einstaklingum voru búin að sækja hjúkrunarheimili og það var búið að synja þeim meira að segja líka það sko. Já. Það var einhvern veginn, það var allir strand.
Þannig að þetta er náttúrulega bara skelfingar ástand og skrifast, eða ég myndi skrifa þetta á sveitarfélögin í rauninni. Já, sko, svo í rauninni eiga þau að redda mér húsnæði líka. Já, En ég á eigið húsnæði þannig að þau sleppa því nú. já. Hvernig, er þitt eigið húsnæði, geturðu flutt í það? Það er ekkert óaðgengilegt fyrir hjólastól eða þarf að breyta því eða eitthvað slíkt? Það þarf að breyta baðherberginu og laga lóðina Já, eða innkeyrsluna, já, en annað er í lagi. já. Og hvernig, ég meina nú, að því nú er ég líka búin að vera að skoða svoleiðis og það virðist að vera eins og sé bara hægt að sækja lán til slíkra breytinga. Og í rauninni er tryggingafélag sem að ökumaðurinn var á sem keyrði á okkur. Já, Ber þeim Bótaskil. skylda held ég að borga þær breytingar sem að já, þarf að gera vegna slyssins. einmitt, En það geti tekið eitthvað tíma að fá það í gegn. já, einmitt. En svo held ég að sveitarfélagið eða ríkið beri líka skylda til þess. Já, Ég er Já. bara ekki alveg viss hvort það er. nei, einmitt. Þeim bæri þá kannski skylda til þess að sko allavega útvega þér annað húsnæði sem er ásættanlegt. Já, þeir beri skylda til þess. Já, ég held En að, þú veist, að því á eigið húsnæði já, þá eru þeir svo heppnir að geta Já, það sendt væri- bara heim með starfsfólk. já, það væri örugglega bara ódýrast fyrir þá að gera það. Einmitt, Já, í rauninni. já, einmitt. En ertu búin að sækja sem sagt, bara heimaþjónustu eða beingreiðslusamning eða NPA eða eitthvað slíkt? Já, ég er búin að sækja um NPA en þau eru búin að útvega mér starfsfólk helgar Já, og eru að vinna í því að ráða fleira fólk sem getur verið heima alltaf bara. já, og þá ertu í rauninni ekki með NPA, þá verður það ekki að sjá það sjálf, heldur þá Nei. bara sveitarfélagið að arrangera því. Já, Einmitt. Finnst þér það vera svona betri kostur heldur en NPA þar sem að þú þurftir að sjálfa sjá ráðningar eða ég er náttúrulega betri ef að sveitarfélagið sér um þetta. já, Þá er líka starfsfólki tryggt í vinnunni. já, einmitt. Og hinn bóginn er NPA þannig að þú getur sjálf ráðið í hver að vinna fyrir þig. Já, en ég er búin að vera mjög heppin með starfsfólk. Já, Meiri hlutin eru bara vinkonur mínar sem voru að aðstoða mig áður. já, ok, einmitt. Já, einmitt. Já, heyrðu, en þetta er búið að vera alveg þrautinni þyngra hjá þér. Segðu mér, ég er svolítið forvitin líka um endurhæfinguna þína. Því þú segir í viðtalinu, við erum hér líka, þar segir einmitt að þér fannst þess að endurhæfingin hafi verið bara rétt að byrja þegar þú varst í rauninni bara útskrifað Grensás. Já, mér fannst það ekki hægt að vera búin allavega. Nei, og hvernig ertu að fá einhverja, þú veist, þjálfun núna til dæmis? Já, ég fer alltaf á morgnana til sjúkraþjálfara Já, og svo eftir hádegi. ok, þannig að þú ert í þjálfun núna áfram einhverju. Já, En ekki kannski að fá þann svona andlega stuðning sem að þú þurftir að fá. nei, ég fæ hann ekki hérna. Nei, einmitt. En hvernig verður eins og núna, ég meina, jólahald og eitthvað svona, færðu að fara heim eða færðu að vera með syniðinum eða fjölskyldu? Mér skilst að þau ætla að reyna að leyfa mér að vera heim í jólin. Já, einmitt. Reyna að fá starfsfólk í það. Einmitt. Þá verður sonur minn hjá mér. Já, einmitt. Já, þetta er alveg búin að vera þvílíkt. Þetta er ekki bara COVID-árið hjá þér, þetta er bara alveg hamfarir og missir og bara rosalega átak. Versta ár í sögunni. Versta ár í sögunni. Já, COVID er búin að vera allt árið á spítala með COVID. Já, einmitt. Og vera heimsóknarbann og... Já, og það hefur líka hamlað því að þú hefur getað fengið eðlilegar heimsóknir bara frá þínum vinum vantarlega. Já, og að fara heim og svona, þetta er allt. Já. Eins og á morgun fer ég er heima núna um helgina. Já. Og fer aftur á spítalann á morgun. Einmitt. Þá kemur heimahjúkrun í fyrramálið og tekur COVID-test. Og þá má ég ekki fara upp á spítala fyrir að koma úr því. Já, af því að þú ert búin að vera að hitta fólk og eitthvað svona um helgina. Já. Já. Þannig að nú eru þeir vantarlega mjög passasamir á spítalanum líka.
Já, Mhm. en það bara fínt. Það fæði COVID-test. Já, einmitt. Segðu mér annað, það er annað sem mig leikur forvitni á að vita varðandi þetta að vera bara og búa inn á spítala svona ofboðslega lengi og náttúrulega þú hefur ekki komist heim og ert formlega ekki komin heim nema bara helgar í heimsókn í rauninni. Ertu að fá örorkubætur eða hvernig? Já, ég fæði örorkubætur. Já, og skerðast þær ekki eitthvað töluvert við það að vera Já, þegar maður er búin að vera svona lengi á spítala þá skerðast þær. Já, Af því ég er í rauninni í frífæði og húsnæði er lítið á. já. Þannig að þú fær náttúrulega ekki heimilisuppbótina en þær skerðast eitthvað töluvert mikið eða hvað? Já, það er mjög mikið. Já. En færðu akstursþjónustu og eitthvað slíkt? Eða, Nei, nei, en ég á sjálf svona hjólastólabíl. Já, ok. Vinkonur mínar hafa bara sótt mig á honum og skutlað mér. Já, einmitt. Ég á rétt á akstursþjónustu. Já. Mhm. Já, einmitt. Bara frá bæjarfélaginu. Mhm. Og nærðu að standa undir svona því að viðhalda þínu eigin húsnæði og borga því og sjá þetta allt? Í rauninni ekki. Nei, einmitt. Þannig að þú getur lent í bara vandræðum með þetta líka þegar fram í sækir. Já. Já, Náttúrulega því maður mér lést og þá náttúrulega minnka tekjurnar á heimilinu töluvert mikið. já, einmitt. Samhryggist er innilega með manniðin, einmitt. Það er náttúrulega koma ofan í þetta allt saman. Já. Já. Já, þannig að tekjuhliðin er bara kannski eitt stórt spurningamerki hjá þér núna líka. Já. Já. Datt er einhvern tímann í hug að þú myndir þurfa sko standa svona frammi fyrir biluðu kerfi? Aldrei, við grunaði ekki hvað kerfið okkar getur verið brotið og bilað. Nei, einmitt. Og í rauninni bara ómannúðlegt. Já, einmitt. Og brotið á fólki alveg hægri vinstri. Já, einmitt. Þú veist, það er ekki farið eftir, það er lögum það hvað maður á að fá. Mhm. Og það er ekki farið eftir lögum. Nei, einmitt. Einmitt. Og svo er núna, sá ég að það var tekið á dagskrá á þinginu, að því þeir ætluðu að það var á dagskrá fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem að þýðir líka náttúrulega bara þeir eru að skuldbinda sig til þess að standa við þetta allt saman. Já, akkurat. Í bara alþjóða samhengi líka og þeir eru að ýta því að dagskránuna. Já, af dagskrá. Af dagskrá. Þannig að maður hugsa bara, þú veist, hvers á fólk? Er það ekki bara típist? Það er bara Það er ekki bara alltaf svolítið hérna í Íslandi. Jú, þetta er bara, maður veldur. Óþægilegu málaflokkarnir, þeir eru ýtt af dagskrá. Já, málefni fatlaðra að fá að vera í einhverjum svona afgangsstærð, sko. Og það er það sem manni finnst bara svo sorglegt, sko. Já, ég myndi halda að ég væri þægileg starða því ég á eigið húsnæði og eigin bíl. Já. Þannig að maður hefði haldið að það væri alltaf auðvelt að vinna með það. Algjörlega. En það er samt einhvern veginn verið að þvælast með það og já. Já, brotið á mér. Já. Og hefurðu talað við sjálf eins og til dæmis bæjarstjórann í þínu sveitarfélagi? Eða Nei, ég hef ekki talað við hann sjálf en vinkonur mínir hafa gert það. Já, einmitt. Og þá er bara vísað í ríkið, að ríkið sé ekki að borga á móti og eitthvað slíkt. Já, það vanti mótframlagi frá ríkinu. Já, einmitt. Það er náttúrulega lélegt að sveitarfélagi geti ekki treyst á það því það er líka lögbundið fyrir sveitarfélagið. Já, einmitt. Svo er líka, svo bara já, svo eins og ég segi, svo fer eitthvað svona tvennum sögum að því hvernig þetta er með varðandi þetta mótframlag, og varðandi þessi rök, sko. Já. Já, sumir vilja meina að þetta stranda ekkert á því, sko. Nei, akkurat. Stranda í rauninni bara á því að sveitarfélögin eru bara að draga lappirnar. Já, draga lappirnar og vesenast með í hvað þau vilja eyða peningunum og reyna einhvern veginn að
ég veit ekki hvað. Og svo svo skrítið líka að sko spítalarnir, það til dæmis eins og hvernig bregst spítalinn við þessu? Það þú bara, er spítalinn ekki að þrýsta á eða stjórn spítala? Jú, þau þrýsta á félagsþjónustuna eða bæinn. Já. Þannig að þau eru líka að ýta. Já, þau hafa staðið sem ég vil því. Já, einmitt. Já, það nú gott. Það kannski bæjarins sem þarf að þrýsta meira á ríkið. Já, ef að það er málið sem að maður velti fyrir sér, sko. Hvort þetta sé ríkið. Já, maður veit náttúrulega aldrei hvað í rauninni sannleikurinn. Nei, maður veit það aldrei almennilega, sko. Þannig að það er spurning. En já, er eitthvað sem að, þú vilt koma á framfæri svona að lokum, Ella? Já, bara ef einhver ráðamenn þjóðarinnar að horfa eða hlusta, Já. að kannski ganga í þessi mál og passa að þessi fara eftir lögum. Kom í veg fyrir það að fólk geti bara þurft að búa inn á spítala í 40 og... Já, ég er 47 ára, ég á ekki þurfa að vera í ár á spítala eða, þú veist, að því á eigið húsnæði og geta alveg búið heima. Þetta er í rauninni ríki og bær sleppa mjög hagstætt út úr því með mig allavega. Þurfa ekki að redda mér húsnæði eða bíl. Þannig maður hefði haldið að það er eftir að nýta sér það. Já. Ég bara Ég held bara þurfi eitt skipti fyrir öll að ganga frá þessu bara hvernig þetta á að vera og hvernig þetta er. Já, einmitt. Og þetta verði bara svona svolítið effektíft. Já, og það þarf kannski líka einhvern utanaðkomandi aðila til að fylgja því eftir að lögum sér fylgt innan ráðuneytanna og bæjarfélagana. Einmitt. Umsjónar aðila. Já. Einmitt. Það þyrfti kannski að vera líka bara einmitt einhver svona umboðsmaður sjúklinga og eitthvað svoleiðis sem að hefði... Já, ég er með réttindagæslufólk. Já. Og þau hafa svona gengið í að passa að mínu rétti sér fylgt. Já. Einmitt. Já. Heyrðu, ég vona svo sannarlega að eitthvað fara að gerast meira í þínum málum og þú komist heim en ekki bara helgar. En ég er samt ánægð að heyra að þú fáir að fara heim helgar núna. Þannig að þetta er svona... Ég er bara fínt að geta hitt dýri mín og syni mínum heim helgar. Einmitt. Þannig að ég þakka þér innilega fyrir komuna og vekja athygli á þessu málum og tek undir með þér. Ég skora á ráðamenn þjóðarinnar að gera eitthvað í þessu. Þetta er algjörlega ótæk staða. Algjörlega, já, takk fyrir að hafa mig. Já, ég bara fæ að fylgjast með þínum málum. Ella. Já, endilega. Já, gangið vel. Takk sömuleiðis. Þakka ykkur áhorfendur fyrir áhorfið og við sjáumst hér í næsta þætti.